Þú ert að hlusta á Fortíðarsamtal fyrir framtíðina, samstarfsverkefni Náttúrustofu Suðausturlands og Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar, styrkt af Sambandi sunnlenskra sveitarfélaga. Fortíðarsamtal fyrir framtíðina er 4 þátta röð viðtala við eldri konur á Suðausturlandi. Ætluðum til að varðveita sögu þeirra, rödd og upplifun á náttúrunni og breytingum hennar. Í þessum 3. þætti heyrum við sögu Ingibjargar Sófóníasdóttur í viðtali teknu af Kristínu Hermannsdóttur og Snævari Guðmundssyni. Þannig að við kannski bara byrjum á því að spyrja hvað þú heitir. Ég heiti Ingibjörg Sófóníasdóttir Og og fædd 22. ágúst 23. til hamingju með daginn á laugardaginn, var það ekki? Já, jú, Já, þakka þér fyrir. það hefur verið stór dagur. Þá fæddist ég norður í Svarfaðardal á Hóli í Svarfaðardal. Já, Svo það er dálítið langt í burt. Og bjóstu lengi þar? Ég var 21 árs þegar ég flutti hingað. Já. Fór þá með mínum manni sem hann var búinn að vera kennari í 3 ár norður í Svarfaðardal og Skíðadal. Það var farkennsla. já, Hann og svo langt síðan. Hann kenndi á báðum sveitarendunum og Skíðadalum og Svarfaðardalum. og náði þig í leiðinni. Já, Já, hún fékk þetta í kaupæti. já, Varstu, á hvaða bæ varstu þar? Hóli í Svarfaðardal. Ólísalandar, já. Er hann ennþá í byggð? Jú, það er sko 7. ættliður sem að býr núna á Hóli. Þetta er ættaróðal orðið já. og dugnaða strákur sem býr það núna. Og þegar þið komuð hingað, hvar bjugguð þið þá? Já, ég flutti bara beint að hala í Suðursveit þegar ég fór frá að heiman. Hvað ár er það þá? Það er þá Það var 1940, 45, já, það er bara Já. lok stríðsins. 45, það er orðin dálítið mörg ár síðan. Og þú bjóst þar svo alla ævi með honum Svo þangað bjó ég á Halam og við bjuggum þar í tvíbýli við tengdaföður minn og tengdamóðir. Hann stundaði mikið, hann var náttúrulega kennar og skólastjóri og hrollastöðum og svo var hann mikið í silungsveiði á sumrinni í lóni sem er neð fram við bæina. Það var sko sjávarlón og það var svona flóð og fjara og fengum alltaf nýjan silung. Já, Og það var stundum svo mikið veiði hann sendi til Reykjavíkur já. og þetta gekk alveg ljómandi vel. Var það þá saltað eða reykt? Nei, eða það var bara nýtt? Þetta var bara nýtt og það voru bara fristi kubbar settir í, það voru sérstök kér sem það var sett í Já, og fristi kubbar settir með. Þetta var alveg spriklandi fínt. já, það hefur verið, Við varum náttúrulega búið að gera þessu. já. Já. En voruð þið í einhverjum svona búskap með sauðfé og slíkt? Já, það var bæði rollur og kýr. Það voru 4 kýr á hala þegar ég kom. Svo bættist nú við og svo sérstaklega þegar var að fara að selja mjólkina. Þá var nú bætt við kýrnar. Já, En það var dálítið bindandi að vera með beljur. já. Var það í þínum verkahring? Já, ég var að sjá. Og svo elsta dóttir mín sem ég kom með hingað með mér 45, hún fór nú snemma að hjálpa mér í fjósinu. En hver voru þá svona þín helstu störf þegar þú varst á hala? Svona dagstaglega? Það var náttúrulega að sjá bæði mat handa fólkinu og sjá þref og þvotta. Tengdamóðin mín var orðin það fullorðin, heilsu lítil og ég
sáum þetta bara. Já, Hvernig, voruð þið með þvottavél eða þurftur að þvota í höndum? Já, það var nú svo skrítið að það var sko heimarafstöð og það var gömul kona á Hala sem var búin að vera lengi vinnukona. Svo þegar var farið að ellilaunin voru var farið að skaffa ellilaun. já, Þá var það fyrsta útborgunin sem hún fékk að hún keypti þvottavél. Já. En það var sko jafnstraumur, það var ekki þessi venjulega, bara 110 volt og jafnstraumur þurfti að breyta þessu og það kunnu nú allir hér áður fyrr. Því það voru allar heimarafstöðar voru bara 110. já. Það hefur verið búbót að fá þvottavél. Já, það var mikið munur. Já, En rafstöðin var þá stór þegar ég kom, þá var eina hella sem var hægt að sjóða og svo var bakarofn. Ég bakaði mikið í honum og svo fékk ég mér gas. Ég eiginlega notaði það í fjöldamörg ár, bæði til baka, sérstaklega þú að baka í því. já. Já. En heita vatnið sem er þarna núna, Já, það var ekki búið að finna það þá. það var ekki komið neitt þarna á Nei, þessum það tíma? var ekki komið þá. Það var ekki fyrir að synir mínir fóru að búa og Fjölnir sem er nú mikil náttúrumaður, hann tók eftir því þegar kom smá snjór, að það tók alltaf upp snjó og svona eins og í einri göngubraut. Já, Já. og þar fannst svo Já, heita og vatnið. svo þá fann hann heita vatnið. Þetta er mikil athugun. Hvenær kom hvenær var borað þarna? Var það ekki bara fyrir nokkrum áratugum? Það er ekkert mjög langt síðan. Jú. Jú, fyrir 2000, það er... Já, það var fyrir 2000. Já. Ég bara man ekki ártalið Nei, en þetta var skal ég segja ykkur, þetta var leitt í húsin. Það var nú ekki leitt í neitt gamla húsi sem fyrir þessi 3 hús sem voru á torfunni. Það var bara sett í þessi 9 hús, ferðaþjónustu já, staði sem var verið að stofna. Eins og til dæmis það voru nú 5 bustir á Hala og þá 3 bustunum var sett heitt vatn. já, Því það er bustir ekki inn til mín. nei, Eitt sem ég langar að forvitnast það er á þessum tíma sem þú ert að flytja á Hala Já. á fyrstu áratuginu þá er engar brýr. Nei, það sko voru enga brýr. Nei. Það var bara á Kolgrímu. Já. Eina brú í Suðursveit var á Kolgrímu og svo var önnur brú í Öravónum sem var yfir, já hvað heitir nú áin sem er vestan við Kvískér. Vestan við Kvískér, það er Kvíá. Kvíá, Já. þar var líka sett brú. Aðrar brýr voru bara ekki og sko og það var ekki hægt að komast út í Örafi því að lónið var orðið það stórt en það sko, svo ég tæki það nú aftur tilbaka. Að þegar ég kom fyrst þá var ekkert lón. nei, Það var bara smá pollur og stærðarinnar gras, eyja og komið svo 2 ár sitt hvoru megin við þessu eyju út úr fjörunni. át á Breiðabörg. Já, út á Já, sem maður runnið það út í sjóin. einmitt. En það var ekkert lón, það var bara smá pollur. Já, það voru 1945 þá eru orðin 2 lón sem er náttúrulega bara lítil í samanburði það sem seinna verður.
Já, já, En það er 1945, sko, það er það árið sem þú kemur. já, þetta var svona þegar ég kom. Já, Og þetta er nú til myndir af þessu. já. Fórstu yfir Anna, óbrúaða? Já, þá, þegar maður fór út í Öræfi þá, það var svona, hvað heitir það nú þegar það stoppaði fyrir útrenslið úr lóninu og þá fór maður á fjöruborði, var kallað það. Þar komst maður þurft út í Öræfi Já, Var meðan það það stóð upp í lóni. af vetri til þá? Eða allt Já, árið? nei, það var nú bara, þetta var nú tímabundi, þetta var svona seinni-part sumar, líklega hefur þetta verið í seinni-partin í ágúst sem að við vorum þá búin að fá bíl og fórum út í Öræfi Já, og svo fóru kvenfélagi með líka í ferðalag út í Öræfi. komið í bílnum yfir Anna Á fjörunni, á fjörunni. það farið bara fjöru. Já, já, Og en svo var nú ekki sopin súpan þó það verið komið þangað. Það voru 3 eða 4 ár á Breiðumörkusandi. já, Það voru nýgræði kvíslarnar, það var Fjallsá og það var Breiðá. Hrútá já, og svo náttúrulega, þetta var á sandinum austan við Kvískér. Það voru minnst kosti 3 ár sem við þurftum að fara yfir. En það voru nú ekki það, Fjallsá var stundum ansi mikið. Já. Var eitthvað prammi sem var, hægt var að fara á? Það var ekki þarna á fyrstu árunum, það setna sem að það kom. já, sem var ferjað yfir á bílar. Já, nei, ekki bílar, Nei, nei, það voru ekki bílar til. nei, Jú, Kvískeramenn áttu nú einhvern lítinn vörubíl, en þeir komu alltaf gangandi austur að Jökulsá. Já. já, Það var ekki verið að fara á bíl. nei, nei. En segðu mér annað, hérna, á þessum tíma þá náttúrulega skagar jökullinn langt fram á Hann var sandinn. sko háa aldan, stóra aldan sem er langt fyrir austan Jökulsá. Jökullinn lá fram á þessu öldu þegar ég kom. Já, Já. En, Svo lýgileg sem það er nú. já, já. Vannstu eitthvað utan heimilis? Svona, Nei, Guð hjálp mér, nei. það var nóg að gera heima. Ég eignaðist 10 börn og hafði bara nóg að gera og sjá fjósið og svo var ég náttúrulega vann ég allavega bæði út og inni við heiskap og það sem þurfti að gera. Aðdyttingar ýmsar. Já. En var eitthvað frítími til að gera eitthvað svona annað, létta sér lund? Þegar maður fór ekki nokkuð skap. Það liðu 9 ár og ég færi út á Hornafjörð Frá því þú komst? frá því að ég kom. Já. En ég var náttúrulega búin að eiga nokkuð börn á þeim tíma. já. En þegar þú komst á norðan Já. í byrjun, fórstu, hvora landleiðina fórstu? Komstu að austan eða? Sko fyrst þegar ég kom, þá fór ég fljúgandi til Reykjavíkur og svo þaðan á fiskibát til Hornafjarðar. Og við vorum 5 dægur, við vorum sem sé 3 nætur og 2 daga á leiðinni frá Reykjavík til Hornafjarðar á þessu litla fiskibát. Ég handtókti nú ekki lítið þá náttúrulega. Nei. Og svo annar bátur frá Höfn eða fóruð á hestum Nei, út í Suðursveit? Þá var komin einn bíl sem að sveitafélagið átti og við fórum á honum lang leiðina við fórum að Kálfafelli og þá voru bara steina vötn eftir Já.
og þá fórum við á hestin þaðan Já, og vestur að hala. Og þá datt mér ekki í hug hvar væri hægt, sko þá fannst manni þegar maður var á Kálfafelli að fjallið væri alveg út í sjó, Steinafjall. Já. Það skagaði svona fram. Ég vissi ekki hvar í óskopunum maður kemist fram. já, svo bjóstu undir því. Já, svo bjó ég það. Í mörg ár. Mörg ár. Já. En hvað með veðrið? Þú núna kemur að norðan og kemur svo hingað suður. Það var nú svolítið öðruvísi. Já, var það ekki? Það var alltaf vindur hér. Hér var alltaf eilífur vindur og suðvestanátt var nú ekki til fyrst þegar ég kom. Það var austanáttin og norðaustanáttin. Það var ekki fyrir, eins og ég hef nú verið að segja Fjölnissyni mínum, að suðvestanátt hún var bara ekki til hérna. Þú meina á Hala eða? Á Hala, Já. já, hún var bara ekki til. Hún kom ekki og hann hefur nú ekkert haft mótið þessu. Nei, Hann nú mikið náttúru já, skoðari. Já, nei, það var aldrei suðvestanátt. Ég held að sveimir það hafi ekki verið fyrir eftir 1950 sem að fór að koma suðvestanátt. já. Og það voru leiðileg átt, alltaf vindur. Er hún leiðileg á Já, Hala? hún leiðileg. En hvaða átt er best? Sunnanáttin náttúrulega. Hlýjust, Já, hún eiginlega skást, já. skást. En það getur verið mjög hlýtt þegar stendur á jökli. Já, Norðan, norðvestan, en þá var alltaf geta komið stór veðurinn, en það er hlýjast áttin. já. Það stendur á jöklinu. Þá kemur hlýji vindurinn á norðan. En hvað með þá svona sandfok og Nei, það var aldrei hjá okkur. ekkert þarna út á Nei, ekki, nei. Breiðabólstað? Það var bara þessi litla torfa sem 3 bæir stóð á og svo var bara öðru megin var bara jökulur. Já, Helghóll er dálítið hárhóll sem er vestan við bæinn og neðan við Helghólið þar var bara jökulur. já, Bara ein smá torfa sem var gras á. En austan við voru svona, hvað á ég að segja, það voru eindjarnar, það voru keldur og það var engin lækur þar. Ekki fyrir en seinna þegar var ræst fram og settur einn lækur. já. Þannig að En það hefur breyst mikið þá, gróðurinn í kringum Hala. Já, það er mikið breytt. Það var nú sérstaklega eftir að fara að rækta sandana. Það voru bara sandan. Sko frá Hala og Kálfafelli eða öllu heldur frá Sléttaleiti og Kálfafelli. Það var bara sandur. Það var bara jökulvötn og allstaðar lækir og vötnin voru alltaf að breyta sér fram og tilbaka. Já. Og er það þá þegar þetta er brúað sem er farið að Já, binda þetta svolítið? það breytist náttúrulega. Já, Þá var bara vötnin búin til stór garður fyrir opið Kálfafellsdals og þá var gerður garður þar og þá fór þetta bara undir eina brú. já. Og þá fyrir að gróa upp eitthvað. Já, það var náttúrulega mikið lagt í. Þurfti mikið að breyta til þess að geta rækta sandana. Já, Þeir eru áburðarfrækir og sko. En það er gaman að heyja á svona stóru svæði. já, Þetta hefur allt verið bara
Ha, Þetta þegar bara heia með höndum eða ekki? Nei. Voruð með já, vélar? það var fljótlega kom sláttuvél. Já. Það kom sláttuvél mjög fljótt, en það var eiginlega bara strax 47, þá var komin rakstrarvél og sláttuvél. Já, Já, já. Það voru svona hólmar sem var hægt að slá. já. En voru ekki einhverja nytjar af fuglum sem þið voru það einhver egg eða? En það var áður en að ég kom. Þá var alltaf farið til leggja. En Breiðabólstabæjur átti ekki aðgang að fjöru þar sem að aðalvarpið var. Já, já. Það var sko, það tilheyrði felli og það áttu alls konar menn áttu fellið. Og þeir komu og fóru í Unga og til leggja. Það var alltaf farið í Unga Já. og drepinn bæði máfur, skúmur og alls konar sjávarfuglar. Á sumrin þá. Á vorin, Já. á vorin þegar Þið voru þegar litlir. ungarnir áður en ungarnir urðu flegir. Já, Þá var farið í Unga, sem kallað var. já. Það var óskemmtilegt. Fannst þið það? Æ, já, mér fannst það verið að drepa litlu fuglina. Já. En það var sko, þurfti náttúrulega að nota allt til mat. Þetta var ekki mikið búskapur og það var mikið notað, farið á fjörur og alltaf gengnar fjörur og ofta rak nú einhver fiskur yfirildi og það var allt heyrt og allt. Allt nýtt. Bara ef það var hausur yfirildi, það var eldar. En hvað með matjurtir? Voruð með matjurtir, kartöflur og slíkt? Jú, það voru alltaf kartöflur, alltaf var farið dálítið stór kartöflugarður þegar ég kom að hala. Og það var líka rabarbari, eini bærinn sem var með rabarbara, það var á hala. En það var nú svo skrítið með það, og það var alltaf að maður færður á hverju ári. Það þótti ómögulegt að láta hann vera nema 1 ár á hverjum stað og hann náði sér aldrei, sko, voru ekki margir leggir á hverjum haus. Það var bara einn haus, rabbara haus þegar ég kom. En svo eftir að maður hætti að færa það, þá var þetta fljótt breiðast út og stakka. Veist af hverju var verið að færa þetta? Það var verið að nýta landið, það var sko. Já. Það þurfti sko að það mátti ekki vera taka neitt sem eitthvað strá hægt að slá. Það var bara alltaf heilítið og heillaust og þetta féð var mest á beit á veturna. Ekki tekið í hús fyrir bara í fengitíma. Já. Já. Þetta var óttalegur. Já. Það var svolítið öðruvísi fyrir norðan. En hvaða, ræktu einhverja aðrar matjurtir heldur en kartöflur og rabarbara? Það voru róur. Það var nú byrjað eiginlega með næpur. En þær voru ágætar borða ráar. Ég bjóð til salat Daginn. og rabarbara. Næpurnar? Nei, og næpum og, já, Já. og svo bara týndi ég alls konar grös út á tónu. Já. En var svona einhver samvinna á milli bæja að samnýta? Já, það var alltaf, fyrstu árið, það var alltaf allur heyskapur í samvinnu. Fyrstu árið með það. Svo þegar fór að koma annað fólk, þá breyttist það. Já. Þannig að Það var ekki samkomulag. Þú segir að það hafi verið heilítið. Var það, liður það þá einhvern tíma skort? Jú,
og féð var bara látið ganga til beitar allan þegar hægt var að láta það út. Og fyrstu árin þá var nú ekki snjór, ekki fyrstu 3 árin þá kom aldrei snjór. Það var nú svo lýgilegt. Já. En voru frosthörkur þá? Ekki á þessum tíma. Það var ekki fyrir 1950 sem að kom ansi mikið snjór og mikið frost. Nei, það var allt öðruvísi veðurfar. Sko á Suðausturlandi heldur fyrir norðan. Það var ekki hægt að líka því saman. En segðu mér eitt, hérna, þegar þú horfðir til Breiðamerkurjökuls, Já, að heiman frá þér, já, eins og hérna, sumir í Öræfum gerðu, þeir horfðu til dæmis eins og Ragnar í Skaftafelli, hann horfði yfir jökulinn og gat eiginlega sé hvort að jökullinn var að hækka eða lækka, af því að hann bar hann alltaf saman við ákveðið kennileiti í fjöllunum hinum við. já, þetta voru eldri menninir þeir horfðu til jökuls og voru alltaf á vissum stað. Þeir voru að horfa til jökulsins. Það var allt miðað við það. Og svo voru sko kennileiti heima frá Hala, það voru Hvítinsdalir sem kallaðir voru. Það var svona Veðrárdalur er kennileiti sem að var eiginlega umluti á jökli og þangað fóru nú rollustjáturnar, fóru þá yfir fjallið, yfir Fellsfjallið og stundum fundu það sér leið í klaufa í klettunum og fóru eftir klettunum og lentu inn í Veðrárdal. Og þangað þurfti að fara á haustin til þess að sækja þetta fé. Það kom aldrei sjálft. Ekki fyrir nú seinni árum, þá fóru það að koma. Og þetta voru mestu svaðilfari. Menn þurfti að eiga sérstök föt bara til þess að vera í því sem var í Veðrárdal. Leðurskó sem voru búinir til og annarkvöldu hrosshúð eða kýrhúð. Það þýtti ekki að fara á sausinn, sko. Svona langa göngu. Nei. En hvernig var það á þessum tíma? Voru þið það á sauðskinsskóm, svona fyrstu árin eða eitthvað? Nei, ég ekki kom að Hala. Jú, gömul kona sem var vinnukona og Hala, hún var alltaf á sauðskinsskóm. En ég var á sauðskinsskóm og átti sauðskinsskóm þegar ég var krakki. Já. Voðalega montinn með það. Það var litað skinnið og það voru svartir skór með hvítri bryddingur. Það voru eltiskinn. Þegar var búið að lúa það svona. Þetta voru sparifötin. Þetta voru sparifötin. Já. Var einhver sérstakur hluti af sauðaleðrinu sem var notað í skó? Það var aðalega frá hryggstykkið sem var sterkast. Og en svona í betri skó það var sitt hvoru megin við hrygginn það var notað. Já. En hvað var þá gert við það sem var á belgnum, maganum? Já, þetta var notað líka en það voru ekki eins gott að búa það til. Nema þá úr gömlum rollum þegar þá var dálítið mikið. Það var alltaf tekið, þegar það var slátrað, þá var alltaf tekið svona hringur. Það var ekki eins og að núna bara skori fyrir, það var bara tekið maginn alveg sér. Og þetta var nú, en það var ekki notað það var ekki notað það var aldrei notað í skó. Nei. Því það var svo mikið kjöt á þessu.
Heyrðu, þetta nú búið að vera aldeilis gaman. Og fróðlegt. Mjög fróðlegt. Bara takk fyrir að tala við okkur og er eitthvað sem þú manst svona náttúru tengt sem að þið dettur í huga að segja okkur meira, náttúruna? Ég man nú í augnablikinu kannski. Nei, það er allt í En lagi. það er, þetta var sérstakt eiginlega sérstakt náttúra þegar svo mikið viðbrigði að fara. Þetta var mikið grjót og lítið gróður Já, og jökullinn bara rétt, mátti segja við bæjarveggi. fannst þér þetta ógnandi? Nei, veistu það, ég elskaði grjót og elska grjót og jökullinn var ég aldrei hrædd við, aldrei. Ég fannst þið bara þetta vera svo hlýlegt. En hérna, Já. Fólk sem er, þegar þú flyttur að Hala, fólk sem er eldra þér, Já. var það, hvernig talaði það jöklana? Þetta var bara skaðvaldur. Það var sko, þetta engum í huga að fara upp á jökul. Það voru bara vitlausir menn sem láti sér dutta í huga að fara upp á jökul. Það voru útlendingar sem komu að vakstuðum í Suðursveit og gamall maður þar, eða eftir sem var nú ekki gamall þá, hann fór með þeim upp á jökli og þeir gengur svolítið inn á jökulinn og þetta voru eftir menn með fullu viti sem fóru þar upp á jökul. Já. En hvenær fóru þér einhverjir svo frá Hala að fara upp á jökul? Löngu seinna? Löngu seinna. Halamenn hafa nú ekki verið duglegir að fara á jökul þar. Þetta var bara núna fyrir nokkrum árum þá var bara maður sem stofnaði félag og fór með menn upp á jökul. Já, það er bara nýlega. Það er ekkert langt síðan. Nei. En það er mjög eftir svo. Já, núna er það mjög vinsælt. Já. En það var líka í Öræfunum. Menn fór inn á jökul. Já, kvískeramenn fóru náttúrulega og skruppu upp í Esjufjöll. Fóru frá sér, heimann frá sér og gengu. Esjufjöll eru sko fjall inn í Breiðamerkurjökli, já. Já, inn í Breiðamerkurjökli. já. En var einhver svona hjátrú í loftinu náttúruna? Ekki það sem ég mann og... Nei. Nei, það var aftur öllum illa við Jökulsá. Þetta hún fór að stakka, þá voru öllum mjög illa við Jökulsá. Þetta var mikið farartálmi. Urðu slys við hana? Já, það drukknaði náttúrulega maður þarna. En það var ekki því. Þeir voru á jökli, þeir voru að fara og Suðursveit og út í Öræfi og fóru á jöklinum og það er nú skrifað það er nú vel góð frásögn. Það var kennari sem var að fara. Hann var öræfingur og var að fara heim. Og svo voru konur að fara til lækninga. Býtu nú við, hvar var það nú? Það var þarna maður sem var mikið sótt til, var svona hómopati. Já. Það var nú ekki í landbrotinu, það var bara nú manni þetta. Nei, þeir já. sjáu það nú allstað hvað þetta var. En Voru og það þær... já, ef eitthvað var að, þá var farið til þessa manns og þá var farið labbandi eða með hesta. Og í þetta skipti sem að slysið var, þá var verið með marga hesta. Ertu að vinna þarna á Breiðamerkurjökli?
þá var farið sko, upp á hann. já, þá var farið sko, Þetta var í september 1927 sem þetta Já, slys var. yfir jökulinn og fyrst fór maður að pröfa hvernig þetta væri og svo voru sótt fólk og hestar en svo bara gerði þetta slys að það brotnaði niður og það fóru hestar ofan í ána og einn maður fór þarna niður og drukknaði. Já. En sem betur fer ekki fleiri. Nei. En það nú einhver saga það. Og það séu 20 menn sem séu búin að drukkna í Jökulsá. Það var sko þessar gömlu sagnir. Já. Það var einhver sem spáði því að myndu drukkna 20 menn í þessar á. Já. Og það Stóðst það? Já, það er bara ekki fyrir mörgum árum. En það var nú kom útlendingar og voru að síga ofan í ána. Og þó veitnin, hann er nú ekki talinn í því. Hann er ekki talinn af þeim sem voru að ganga yfir jökul. Þetta var nú bara klaufaskapur, hann. Náttúrulega var svo rosalega kalt í lóninu og Já. ekki fylgst nógu vel með. Já, kom inn. Góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu. Góðan Viltu það daginn. við? Er ég að trufla? Nei, við erum búin að vera hérna að spjalla við. Við komum bara að kveðja mömmu. Já, við ætlum bara að þakka fyrir okkur líka. Heyrðu, Mamma, er ég að skemma eitthvað? eru þetta þið? Súsanna, dóttir mín Ég tek nú niður. og eigin maðurinn hann. Við erum hérna frá náttúrustofinni og langaði svona að heyri mömmuðinni með eitt og annað í náttúrunni hérna og breytingar og það er svo oft búið að tala við kallana. Við viljum aðeins reyna að tala svolítið við konurnar. Sem hafa sko ekki minna auga fyrir breytingunum. Nei, og öðruvísi. Já. Meira betra auga fyrir því. Já, Þetta eru miklu náttúrunundir. já. Heyrðu, en við bara þökkum kærlega fyrir Ég og bara, við kannski fáum við bara að koma aftur og spjalla við þig ef okkur dettur eitthvað meiri í hug að spyrja þig um. ég bara velkona menn ég get hlustað og talað að viti. Já, Þú verður mjög fróðlegt. Bara gaman að heyra það. Ég veit að mamma hefur frá gríðarlega mörgu að segja. en má ég taka mynd af þér? Bara svona fyrir okkur að eiga. Sælkala. Já, það er svo snart í leið. Já,